Góða kvöldið, áhorfendur góðir og verið velkomin að skjánum. Sport TV, nei fyrirgefðu, Hauka TV með ykkur. Og Freyr Brynjarsson heiti ég og Einar Jónsson ætlar að vera mér til handar hér. Ég ætla að passa upp á Einar blóðdykki þessu útsendingu. Við ætlum að byrja þessu útsendingu á að áður meðan leikmennir að ganga inn á völlin að fá heyra viðtölu hjá þjálfurum liðana og byrjum á Halldór Ingólfs. Jæja, Halldór Ingólfsson, velkomin aftur á Ásvelli. Er þetta að vera ánægilegt að vera komin hingað? Já, alltaf gaman að vera hérna. Ef við förum aðeins að leiknum, þið gerðu góða hluti í síðasta leik, unnuð, kannski svolítið á óvorum ef þeir sem hafa verið að fylgjast með því hafi ekki farið að riðið feitu hesti á móti Haukum í vetur. Nei, Haukarnir eru með frábært lið og við þurfum bara að koma ekstra tilbúinir til þess að mæta Haukanum og við komum virkilega vel mótiverir í síðasta leik og það bara gekk vel og við ætlum að reyna bara að halda því áfram. Hvað var það sem að skilaði þeim sigri? Það var náttúrulega bara allir voru að gefa sér 110% í leikinn og náðum góðri vörn og þá kom Florentína vel inn í leikinn í markinu og við fáum hraðari bolta upp og skila fleiri mörkum. Kringum 20 mörkin og þá eigum við séns. Einhverjar nýjungar sem hefur búist við í kvöld? Varnarlega þá? Nei, við erum bara búin að svona fínpússa sem við erum búin að vera að gera og reyna bara að gera það bara betur. Kannski síðasta leik skilaði sér að voru fleiri leikmenn að koma og skila sínu í hinu leikjunum. Já, við það mættu bara allar tilbúnar og allar skiluðu sínu og það er það sem þarf. Það er ekki hægt að láta bara einn eða tvo sjá hlutina. Þannig að það verður stjörnusigur í kvöld eða? Ég vona það. Takk fyrir. Óskar, 1-1, þið fóruð illa með þetta sóknarlega í síðasta leik. Já, ég raunin bæði bara, varnarlega og sóknarlega. Sóknin var svona meira ábyrjandi léleg hjá okkur og það var gríðarlega mikið af slæmum ákvörðunum, þar að leiðandi slæmum skotum. Þannig að það er ýmislegt sem við þurfum að gera betri í kvöld. Já, þið vinnið nokkuð afgerandi sigur hérna í fyrsta leik og eins og kannski í hinum tveim leikjunum í deildinni. En hvað er það sem nákvæmlega klikkaði í síðasta leik? Já, aðalega bara sóknaraðgerðirnar voru svona kannski leikmenn voru óþolinmóðir og svona einhvern veginn vildu slúta strax og náðu ekki að spila og þú veist að fjölga sendingu bara 2-3 hefði þýtt sko að við hefðum fengið strax betri færi. Einhverja hluta vegna sko þá fórum leikmenn ekki í það og það er kannski fyrst og fremst það sem gerist sko. Það er eitthvað hugarfarslegt eða eitthvað, ég held að það sé fyrst og fremst hugarfarslegt. Ástandi á leikmennum, eitthvað verið að tala um meiðsli Ramóni á hné, hvernig standa þau mál? Bara ótrúlega gott stand, það er bara allir í eins góðu formi og standi eins og hægt er. En það er ekkert að Ramóni sjálf sér, hún er úr grjóti. Þannig að það er ekkert til í eins og einhverjir spekingar að vera að tala um að formið á henni og kannski Maríu sé ekkert nógu gótt og þess vegna sé það liggjandi í jörðinni. Já, maður bara, ég hef ekki eins og nefnt að taka þátt í þessari heimskulegu umræðu sko. Þetta eru bara handboltamenn sem eru mjög góðir og auðvitað ganga varnarleikmenn eins langt í því að stoppa þær. Þær standa bara upp, þeir eru búin að liggja í gólfinu sko, það er nú ekki flóknara en það. Haukaliðið er búin að vera gríðarlega öflugt í vetur og skila þessum deildarnumstrilli sem var frábær árangur, þeir hljóta að vilja meira. Já, ég myndi ætla það. Ég meina við erum að sýna það móti Stjörnunni. Það er fyrst og fremst það sem skiptir máli, það er að við sýnum að við viljum vera. Ég meina það er auðvelt að stoppa við einhvern einstakann titil en það er ekkert markmið hjá okkur. Markmið er að gera meira og ég vona með þessum leik í kvöld að þá stígum við bara pingu skref í áttina því. Takk fyrir Óskar, gangi vel. Jæja, orðið góðir verið velkomin aftur. Þetta voruð að viðtöl við þjálfara Hauka og Stjörnunar. Halldór Ingólfs, gamli Haukamaðurinn, talaði að það er allt gengið upp í síðasta leik. Allir leikmenn komið á eitt saman og spilað frábærlega. Einar, það verður að vera sammála því að Stjörnumenn komu gríðarlega sterkir til leiks í síðasta leik. Já, voru mjög góður, sérstaklega varnarlega og refsuðu mikið í hraðabrökum. Þannig að svo sem bara uppskrift af góðum handboltaleik, spila sterka vörn og gera hraðabrök.
og þær náðu því sannarlega. Já, Haukarnir hafa spilað tvisvar við Stjörnunni í deildinni og svo í fyrsta leiknum í úrslitunum og unnu alla þessa leiki nokkuð örugglega. Það var ekki fyrir í síðasta leikim að það fór aðeins að eitthvað að gerast í Stjörnunni og það náðu upp varnarleik og það spurning hvort það náðu upp sömu stemningu hér í kvöld. Já, mér fannst reyndar Ramón hún var ekki að skjóta vel seinast en var að komast í svipuð færi og hérna í fyrsta leikum. Þannig að ég býst við henni beittar í dag og blæsa á þessu umræðum, líkamlegt form og annað. Ég held að sé einn mesti aðdæmmaður sem við höfum á þessu landi. Hún spilaði hérna í Feyki mörg ár, hún veit alveg hvað þarf til og hún mun skila því hér í dag. Já. Eins og ég sagði að þá unnu Haukarnir í deildinni 25-19 og 25-16. Unnu svo fyrsta leikinn 26-18 að skora hérna eins 25 mörk í leik en bara 19 í síðasta og það kannski má að segja að ef að Haukarnir skora 25 mörk þá vinna hann leik. Já, það er líkillinn. Sóknin var léleg seinast. Elín hefði alveg mátt taka fleiri bolta en fekk á sitt töluvert að hraðaflugum. En það er búið. Já, það er þessi leikur. Gríðarlega mikilvægur leikur hér hjá Haukunum að Haukarnir í mikilli baráttu á mörgum vígstöðum. Hér eru Stjörnumenn komnar í sókn, næstu komnar í gegn og hér kemur Fitta. Það eru hendin upp eða hvað hann glæsir línusending og það er skorað fyrsta markið og það er Þórhildur Gunnarsdóttir sem að skora það. Fín sending hérna hjá Helenu Rut. Já, ótrúlega sending. Gegnum vörðina hérna hjá Haukunum. Haukarnir, eins og ég segi, Jónas Sigurður í horninu, Ramóni í skyttunni, Karen Helga á miðjunni, Marja í hægri skyttu og Ragnheiður hann í hægra megin. Á línunni er svo Ragnheiður líka, nafn hennar. Hér kemur Ramóni, nær að koma hann á línuna og annað mark. Glæsilega gert. 2 mörk á línunni. Já, og frábær spil. Já, það má ekki gleyma dómur leiksins Magnús Kári Jónsson og Ómar Ingi Sverrisson og Valgeir Ómarsson er eftirlitsdómari. Maggi og Ómar að fá stórverkefni hafa staðið sér gríðarlega vel í vetur og vaxið mikið. Já, þá er það Stjörnustúlkur, Ester og Helena. Ester, Solveig reynir að komast í gegn, gerir það allt og auðvelt og Karen hleypir hann í gegn og hún skorar fyrsta mark sitt í leiknum. Þetta er allt og auðvelt einar fyrir Stjörnuna, hérna líka allt og auðvelt fyrir Haukana. Já, þetta var algjör brandari þessi vörðan á Stjörnunni. Rakel hleypur í fjær þristins, hann bara fari nær þristin og skipta svo eftir. Já. Það er langt hlaup. Þetta er, sjáu gatið þarna á milli þeirra Ramóni og Ragnheiðar, þetta er allt og mikið. Já, þú ert að tala að skora 25 mörk til að vinna, ég held að þú þurfir að skora bara 30 þetta heldur svona áfram. Já, og þetta var hver skoraði þetta? Þetta var Ester sem að skoraði. Já. Skoraði sitt fyrsta mark. Já, það er staðan 3-2. Það er ekki mikið varnir hérna. Nei. Hér leysa Haukarnir inn. Ramóni er innan trónum á línuna. Hanna slær boltan, vinnur þetta og stígur yfir línuna, markmaðurinn. Fannst þetta að vera lína en hérna á hönnu en sá það ekki, Ómar var í góðri stöðu. Flóritína steig líka á línuna þegar hún sendi fram, þannig að þetta hefði það taka aftur. Já, ok, tók ég því. En það skiptir ekki máli, þessi bolti allt og langur hjá henni og tapaði bolti hjá Stjörnunni. Já, líkileikur hérna hjá Haukunum að taka þennan hérna á heimavelli, vera öruggar að koma aftur. Já, hér Ramóni, hún hlýtur að fara í gegn, hún var bara komið fram hjá henni, þetta var algjör klaufaskapur. Lína, já. Þarna var Solveig, já, hún bara áttaði sig ekki á þessu. Já, fekk boltan í lappirnar. Já, Ramóni var hljópar í hana, hún var komin hérna fram hjá henni að taka yfirhundafittuna og Solveig bara glemdi að fylgja henni. Þannig að hún stóð bara eftir, fekk Ramóni beint á sig, en hefni þá fór þetta í línuna. Hér er Ramóni. Já, Ramóni setur hann. Ekki eftir á henni. Já, Haukar konu í varnarskiptingu, Já. Marja kemur inn fyrir Karen. Já.
styrkja vörnina. Það var skoðar hér markaskorur, það var alltaf Ramóni með 8 mörk í fyrsta leik og svo var hún bara með 4 í leik 2. María Inés var með 7 mörk í báðum leikjunum og Karin 4. María er svona jafn besta útileikmannum í Haugum í vetur, skila svona sínu alltaf. Það er rétt. En Ramóni svo sem oft ekki umferð og annað markaskor ekki alveg að marka þar. Nei, það koma stjórnustúlkur. Góð vörn. Solveig, Hanna. Solveig reynir að fara utanvert. Þróran línuna, gengur ekki upp. Fín vörn þarna. Já, Arna Dýrfjörð komin inn á línu. Skref. Og þessi bolti, tapaði bolti á stjórnunni. Já, Haukarnir geta komist í 4-3. Já. Hér koma Haukarnir, Ramóni. Kemur hérna inn á mína María, reynir að fara utanvert, tekur skotið, gengur ekki upp, brotið á henni. Já. Haukakast 3-3. Þetta ætlar að verða nýjafn leikur hérna, allavega á uppáhaldsmínútum. Vörnin og markvarslan hjá báðum liðum slök og það er bara spurning hvort liðin nær vörnin í gang fyrr. Og þetta er vel gert hjá stjörnunni. Helena Rutt vinnur þennan bolta. Þá kemur Rakel, brotið á henni, hún tók skref hérna. Spurning hvort að dómarinn hafi verið að gefa henni þetta. Með línuna var þetta lítið. Já. En samt. Hún skiptir hérna vörn og sókn. Og Ester kemur á miðjuna. Stjörnustúlkur geta komist yfir. Solveig, frábær vörn þarna. Vel gert hjá Karinu Helgu. Hún var tekin út af hérna áðan og í varnarskiptingu. Og hún ætlar ekki að láta gera það aftur. Já, náðu ekki núna. Ekki út af. Hún kemur Solveig aftur. Hún er duglega að sækja hér á Karin sendir í hornið, frábær sending í hornið og vippar í slána. Þarna var hún Arna Dýrfjörð að vippa í slána. Frábær fitta hjá Ramóni og þetta er varið en brotið á henni. Það er líka verðt að taka fram að ég held að sé bara ekki komið varinn bolti. Nei, það er ekki varinn bolti. Þetta er fyrsti og hún á einhver skoti. Nei. Og ef þetta, myndi kalla þetta varinn bolta? Nei. Hörðu þetta, við myndi ekki kalla þetta varinn bolta? Aldrei. Hann svo sem gefur markmönnum ekki neitt, sko. Nei. Þetta er náttúrulega, að gefa hann það hefði boltinn ekki verið varinn, þá hefði hann farið inn. Þá hefði það talið. Þannig að við gefum þetta, 1 varinn hjá Flóritinu. Já. Og þá koma Haukarnir, María. Ramóni stígur enginn á mótinu, hérna. Helena. Og Ramóni kominn utanverð, sendir í hornið og skor framhjá. Þarna var Jóna. Held hún hafi varið. Fannst hún koma við það með höndunum? Já, hún fagnar í þannig. Já. 2 varinn. Hér er skot og hér er fyrsta markvarslan hjá Haukunum. Já, Elín verð sitt fyrsta. María á sækja á þetta núna. Já, var Ramóni upp og skorar! Þarna er hún með þetta. Gert hjá Ramóni, betur skíti. Vel gert, 4-3. Það var nú aðeins hægt á markskorunu. Já, kannski komið aðeins meiri svona ró í varnarleikin hjá báðum liðum og það er búin aðeins að lesa inn á hvort aðra. Taka erfiðari færi í hornunum og svona. María Karlsdóttir komin hérna inn í vörninni. Já, hún og Karin skipta, það er líka gott upp á Karin fái pásu sóknarlega. Já, nákvæmlega. Það er Ester, Solveig. Sjá sendinguna hann, þetta var glæsileg sending ef hún hefði verið vakandi hann á línunni. Og hér kemur skot í stöngina, aukakast. Þarna var Ragnheiður Sveinsdóttir með færi aukakastið. Já, þessi sending var bara nokkuð góð ef að Þórildur hefði verið vakandi þá hefði verið dauðafrí. Hún var bara að horfa í hina áttina.
Já. Þá koma aukarnir. 6-0 vörn hérna hjá báðum að ganga vel út í Ramóni þegar hún kemur. Hér kemur Helena út í hana og hér Marja að reyna að fara utanverð. Gengur ekki og frábær vörn hér. Þetta bara áminninga að Já. Klárt. Áminninga á Þórildi. Fyrsta áminningin í þessu leik. Marja. Nei, Helena fekk áminninga á hann. Jó, já það. Misti það því. Helena með... Það var þegar Flóra varði fyrsta skott sitt. Já. Marja kvengar sér eitthvað. Datt hann á hnén, sýnist að vera blæðið eitthvað úr því á hnénu, þannig að hún þarf að huga því. Viktoria Valdimars kemur inn á, ekki búin að spila mikið í vetur. Við erum nú verið að fljóta að laga þetta. Marja gríðarlega mikilvæg. Ánægði með strákinn, taka sér góðan tími í að hérna. Já, það er verið að... Það er blóð á gólfinu. Blóð á gólfinu, þá þarf að þrífa það almennilega. Leiti upp í þessu. Já, Stjörnunni hafa þetta verið sóknarlega, það er Helena Rut verið öflug. Hún er með 5 mörk í báðum leikjunum. Þórildur kom svo sterk inn í síðasta leik með 6 og Hanna með 4. Já, Stjarnan fljót núna, leið og Marja fer út, þá kemur Hanna út og tekur Ramónu úr umferð. Já. Ramónu sá sér búin að eiga 2 eða 3 línusendingar og 2 línusendingar og skora 2 mörk. Já. Karin reynir að fara utanvert. Kemst gegn en brotið á henni. Og Ramónu að koma að láta Regi burtu. Já, þessi fitta full nálægt þarna Helenu. Og sterka fittu hún Karen. Kemur Marja Karen. Hér endar í vandræðum. Viktoria með boltan. Skot, þetta er beint á Ramónu en heppni með þeim þarna. Vel gert. Og Ragnheiður skorar sitt 3. mark í þessu leik. Já, Þessi bolti. Stóðsending á Karen. Já, þessi var varinn beint í hendunar á Ragnheiði og vakandi. Ég held að koma áminning núna á Marju eða ykkur á línni. Helena með skot. Góð vörn. Aukakast, góð vörn þarna hjá Viktoríu. Já. Marja er klár hérna á bekknum, hún bara bíður tækifæris að koma inn á. Góð vísbending að við náðum aldrei frumkvæði leiknum senast. Það byrjaði 4-0 og hélt hann út og núna erum við alla með frumkvæði. Helena með sending á línu, þetta er vel lesið á Ragnheiði, glæsilega lesið á henni. Og þetta gulaspjald þykkur hún með þökkum. Það var frábær vörn hérna, ég las þetta vel. Já, Stjarnan, Solveig, Helena, Ester. Reynir að fara utanvert hérna á Viktoríu les þetta glæsilega, stoppar hann í skrefinu. Mjög fyrirsjáanlegt. Já, hendina líklega komin upp, kemur upp hér. Ester verður að fara skotið, reynir að fara yfir og skorar í nærhornið. Elín á þetta, standa nær. Flott skot hjá Ester. Elín stendur mikið í fjærhorninu. Þarna, erfitt að ná honum í fjær. Já. Hún vil meina að Viktoría kannski mátt stíga betur út í hana í skotöndina. Já, Marja komin inn aftur, gott, og þá fer Stjarnan niður. Já, 5-4. 11 mínútur liðnar af þessum leik. Og Ragnheiður markaði sig á augunum með 3 mörk á línunni. Sjáðu Karinni, þetta er glæsilegt gert. Vel gert Karen Helga. Karen Helga Dínudóttir skorar sitt fyrsta mark. Kallinn hefur fagnað mikið í Rússlandi núna. Sigurjón Bjarnason biður með heilsa honum. Já. Þetta eru fastir liðir, Sigurjón Diddi líka í Þýskalandi biður með heilsa honum. Já. Það eru nokkrir hérna erlendis. Og svo er systir mín að horfa í Noregi. Já. Eitt að fáu fólki sem að ferðast til Noreg sem biður með heilsa henni líka. En hérna... Þau koma alltaf aftur. Já, Noregur er bara... Normenn er bara þannig þú kemur tilbaka. Hérna, Flóra meiddist. Nýjenu eitthvað. Hún er farið í splitt þetta sem hún ekki gert í 15 ár og... Já, hún er á leiðin út af. Þetta er ekki gott. Ekki góðar fréttir fyrir
og það sem kannski líka við þetta, ég held að þurfi mikið til að Flóra fari út af. Já, þetta slæmt fyrir Stjörnuna. Hörku nagli og lætur fátt stoppa sig. Heiða Ingóls að koma inn á, hún spila með Haukunum. Já, var með efnilegum markmönnum á sín tíma. Já. Fór í Gróttu held ég og svo Stjörnuna. 1 ár IBVF, fór Haukunum 1 ár IBVF, þar hún náttúrulega uppalinn. Já, við síðast Flóra þetta sé hnið. Já, það ekki gott. Hún hefur fengið sling á hnið. Maggi Röksamur lætur Heiðu taka lokkan úr eyrunum. Já. Þeir getur varið 1 bolta. Já, 6-7. Já, en það geti Haukarnir nýtt sér þetta. Já, þetta svona þessi póstar sem ekki dett út. Það bara alveg svo Haukunum áðan þegar María fyrir út. Já, nákvæmlega. Það var Ester. Helena reyna að tróða sér hann utanvert. Frábær vörði á Maríu. Þarna á Ragnheiður að stíga fyrir og fá ruðningin á hana. Hún á ferðinni niður, hún aldrei að ná að stoppa sig. Nei. Þeir kemur skot og þetta varið af vörn og markvörðum. Já, hún rétt náð honum. Já. María. Og dauðafæri frá Beint Maríu. í þetta. 7-4. Það er sitt fyrsta mark, María Einista Silva Pereira. Og Harry rýfur timeouti fram. Já, og Dóri samþykkir það, timeout. Já, góður kafli á Haukunum. Koma með 2 mörk í röð og Elín næra klukkabolta, það er svona jákvætt. Já, þetta annað tempó hraðablöf sem að skipta rosa miklu máli í svona viðuregnum. Já, gríðalegu. Og Haukarnir að nýta sér það í þetta skipti. Því varnir þessa liða og markmenn eru með því besta í þessari deild. Ég held að þessi 4 lið, Fram, Grótta, Haukar, Stjarnan, þó við séum ekki að halla á aðra, þá eru þeir með sterkustu varnirnar og sterkustu markmenn og þessum eru þau hérna. Já, þetta voru 4 efstu liðin deildinni og þannig að það er ekkert að rífast það neitt. Nei, og ég held að styrkun sé mér þessi. Já. Markaslá og vörn. Já. Deild alltaf að vera sterkari og sterkari. Já, og jafnari. Já. Liðina sækir sér veðri. Við sáum nú bara viðregnir á Haukum móti Fylki og nú ekki auðvitað, 1. og 8. sæti. Nei, nákvæmlega. Grótta Fram ekki í gangi líka? Jú, það er mikið rétt. Finn stöðun í því. Hér koma Stjörnustúlkur búin að ræða málinn og stilla upp. Hanna kemur hérna. Hér kemur Solveig. Helena færi hætti við. Helena reyna fyrir utanverð. Tresur gegn en brotið á henni. Það er 6-7 fyrir Gróttu. Og framtíkuleikli. Einhver talaði að Grótta myndi vinna þetta 3-0 með 3 í pluss. 3 mörgum í pluss. Hér missaður boltan. Líklega aukakast. En hér er Ragnheiður en frábær hjá Heiðu. En frábær sending á Jónu þarna. Já. Ragnheiður átti að setja hann yfir hausinn á henni. Gera betur hann. Hún búin að setja hana. Já. Tvisvar hana fram hjá Flóru. Einmitt úr þessu færi og Heiða var vakandi fyrir þessu. Já, gott María, gott spjald. Ánægður með að láta hann að finna fyrir því. María Karlsdóttir að fá sitt guldspjald. Hann 2 guld komið þá á Haukana og 2 á Stjörnuna. Það var það Stjörnu með aftur Helena. Hér er hún Arnardýr fyrir í horninu. Hér er Ester. Ragnheiður ríkur úr vörninni hérna. Næra að stoppa þetta. Já. Það er alls ekki mátt að missa hana frá sér. Nei. Hér kemur frábær fitta. Þetta er víti. Aukakast. Komin í skref. Nei, steg á línu áður nú fór í færi. Og nú fer hendin að koma. Ég hefði viljað fá víti á þetta að ég væri þjálfari. Hér kemur Helena upp í skot og þetta er vel varið. Og keira, nei, Ramón er óða núna. Á örugt færi, komur sér 8-4.
María kemur hérna, Já, sækir kemur á strax. ferðinni, þær eru að skipta. Og sjá þetta er lína eða hvað. Já, lína, en... Ég mun að gefa það gult spjald líka Já, þarna. en hún var komið með gult, þess vegna hætti það við. Já. Ég er semt sammálaðið því, dýrt að fá 2 mínútur. Úff, og hér er góð vörn hjá Ragnari. Það er Vesturey legið þarna og Ragnar fengið 2. Já. Hún var fljóta á fætur og gerði lítið úr þessu. En það var frábærlega gert hjá Ramóni, þannig að losa boltan á Ragnari. Hún hefur auga, það var gljóst, 2 meira sér. Gott Ragnar. Fín vörn, Sólveig farin að tuða, það er jákvæmt fyrir okkur. Já, Freysi, okkur. 7-4. Það var það Sólveig, við sendum ekki hóttið Hönnu, Hanna farið lítið fyrir henni sóknarlega. Já, Sólveig. Ekki með Sólveig, undirfjandarskot, ógnandi, hendin uppi á. Elina verður að skjóta og þetta er skref. Já, fjórði tapaði boltinni á Stjörnunni hér í fyrri hálfleik. Já, María keyrir á þetta, Rakel kemst ekki í vörn. Ramóni upp og hindrar þessu að marki. tala saman. Já, Ramóni betur að skýta með 3. mark sitt. Hún stoppar þetta ekkert. Nei, hún kann þetta og þegar hún kemur að krafti að þá er erfitt að vera í þetta. Sandra Rakovic er að gera sig klára á bekknum og komin inn á. Já, ég hef ekki séð marga leiki með Stjörnunni í vetur en nokkra og hér þar með ekki séð mikið til hennar. Nei, það er ekki að hára að vera fyrir henni eða? Það er ekki að setja það meira í tagli eða eitthvað? Ég þekki það ekki. Þekki ekki ykkur rautt spjald fyrir að toga í hárið, var það ekki Anna Úrsula? Jú, á móti Maríu, hárrétt, ég horfði á þetta, þetta er bara svona óíþróttamanleg framkoma. Já, hér er Elina, Sólveig, Hanna lítil ógn af henni, hún kemur út og hér kemur Sólveig að reyna að tróða sér gegn, gengur ekki upp. Sóknarleikurinn ráðlaus, Harry búið með 1 leikhlé. Hanna þarf bara að leysa meir inn. Hún er ekki mikið ógn af henni hérna sóknarlega. Hér kemur skot undir skot og það er framhjá. Já, mér steldi gott hjá Rúfmanninum að vera á skiptisveitinu. Það var fyrir Stjörnunni þegar voru að skipta. Já. Vel staðsettur. Og það Rúf, þeir mega bara verið inn á vellinu þess vegna held ég. Já, mér sýnist það. Þeir eiga rétt inn. Hér er Ramóni. Hún er ekki að koma boltan á netið, fær hérna högg á ribbeinin. Harkaði af sér. Tekinn úr umferð hérna. Kannski eitthvað sem hún var til í og hér er hvað? Skref á Maríu. Og þá keyra Stjörnustúlkur. Og Hanna fær boltan, upplöðu tækifæri yfir sig og hún klórar þessu. Og býtur nú við 2 mínútur á Ragnheiði fyrir Kjafbrúk. Já. Hanna að skjóta fyrsta skotið í upplöðu tækifæri fyrir sig. Óskar er að kvarta en hérna, hann veit ekkert hvað hann var að röfla, það er alveg klárt. Já, hún heldur áfram, hún menna að það hafi verið rifið í sig þarna í sókninni. Já. Tekið hart á röfli og sem er alveg rétt og átti ekki að vera því. Nei, það er tveir umferð. Karen, hún rennur hann í bleitu. Það er að þrífa þetta. Ramóni. Ekki dæmt, jú. Sjálfsögðu dæmt. Hendinu upp. Ramóni fyrir utanverð, það er allt lokað þar. Hér er bara lamið niður fyrir andlitið á henni, hún Helena. Og þá fara þær í rússnesku blokkina með Hávörn. 3 metra frá. Já, Ramóni. Hún hefur gert þetta margsinnis. Já, María leysir inn á línu, klárt. Já, María leysir hann á bakvið. Og upp og skot og þetta er varið. María nær þessu eða hvað? Nei, dæmt lína. Já, keyra. Já, þetta getum ekkert mótmælt þessu. Nei. Það var að Sólveig tróðanum á línuna, frábær vörn. Þetta er ekki lína líka, nei. Þetta var mark. Þórhildur Gunnarsdóttir skorar. Og staðan orðin 8-4
Já, taka 2 umferð, 50 5. sekúndur eftir. Já, þá það Jóna og Karen. Jóna sendir boltan hana og hann lendir í höndunum á Maríu og Maríu ætti að gera betur hana en að komast fram hjá Þórildi en fór bara tilbaka og Þórildur náði að stoppa hana. 3 metra. Haukarnir að lenda í vandræðum hérna einu færri og það verða að reyna að leysa úr þessu í þessum leik. María tekur snúninginn, Karen með skot og brotið á henni í leiðinni, ekki dæmt. Klálega brotið. Og hér kjóma Haukarnir, nei Stjörnustúlkur, kera hérna 4-3, dauðafæri og hún skorar. Arna Dýrfjörð með annar mark sitt í þessum leik og Óskar er búinn að fá nóg. Tekur leikli. Já. Klárt aukakastið að Karen fór í skotið hana. Já, líklega var... En þeir eru búin að leyfa svolítið ef þú tekur skotið. Já, það er líklega eitthvað með að hendi var líklega á leiðinu upp og gá ekkert eftir þessu. Já, 7-5 í Sagamýrinni. Fyrir fram þá. Gróttu. Fyrir Gróttu, já. Nei, á Seltjarnarnesinu. Já. Gróttu stúlkur að möguleika bara komast í úrslit. Já, klálega. Klára þetta 3-0. Og ég er á heimavelli, þannig að það er missið ekki í 4. leik í Sagamýri. Nei, þetta hefur verið hörkuleiki þar mitt tapa með 1 marki framarnir báðum leikjónum. Já. Það hljóta að vera súrar með það. Já. Já, komu sterkar tilbaka á móti IBF eftir að lenda 1-0 á heimavelli, unnið í Eyjum og svo heima. Já. Það býr mikið í því liði, mikið reynsla þarna í nokkrum leikmönnum. Já, við minnum náttúrulega á útsendingu hér á föstudaginn. Þá mæta Vestmannaeyingar hér á Ásvöllum. Já, og Rúm með leikinn í beinni. Nákvæmlega. Hér Haukastúlkur, Ramóni með skot frá 13 metrum. Já. Og Heiða verð þetta. Allt og langt færi og Sólveig, já, í skilgeðsákvörðun. Já, Sólveig að reyna að sendingu. Nei, sendingu langa og þetta er hérna Stjarnan búinn að skora 2 mörk í röð, mikilvægt að fá alvöru sókn. Já, nákvæmlega. 5 tæknifellar hjá Stjörnunni hér á fyrstu 20 mínútunum. 2, 3 samkvæmt mínum bókum á Haukanum. Hér koma Haukarnir, Ramóni, María, Ramóni aftur. Hér er frábær vörn hjá Stjörnunni, vinna þetta. Hanna vinnur þetta. Já. Haukarnir tapa boltanum, klaufalegt hjá þeim. Já. Það var Sólveig og Ragnheiður að hjálpa allt og mikið þarna og Helena tekur skot og skorar. Já, lendir greinilega, fær ykkur að hendi eitthvað hann í andlitið. Já, fyrsta marki hennar, Helena Rutt, fyrsta mark hennar í þessu leik. Og Haukarnir, sóknarleikurinn ekki verið góður og Heiða búinn að vera góð fyrir aftans vörn. Já, búinn að verja einhver 3 skot. Nú kom inn á. Flóritína náttúrulega meiddist og liggur hér kvalinn á hliðarlínunni með bundum nýð. Hér kemur skot og þetta er inni á Karinni. Það er smá hefnistimbilli við þessu. Ótrúlegt að þess að það er rata inn. En jafnfætis. Já. Já, þá var það Sólveig, Helena, Rakel. Já, María er ekki komið gult og... Já, skot vel varið frá hávörðunni. Og hér keyra Haukarnir upp, skilja hann eftir. Ramóni tekur skotið og skorar. Já, hvað annað? Lappa fram hjá Þórildi. Já. Sólveig seldi sér líka þarna, ætlaði að fara að fiska ruðninga eitthvað en greip í tóm. Já, nákvæmlega. Haukarnir aftur með þetta í 3 mörk, gott. Þá var það 10 staðan, 10-7 Haukum í vil. Og þar er Ramóni með 4 og Ragnheiður með 3. Hér er Ramóni með frábæra vörn.
Neglir hana. Grípur inn í hana Söndru. Já. Og ef þetta ekki... Já, ef þetta fór ekki í fótinn á henni þá er þetta ekkert. Nei, ekki svona sendingin inn á línuna og frábærlega klárað. Klaufalegt hjá varnarmönnum Hauka. Ramone, María, Ramone fyrir utanvert og þetta er 2 mínútur. Já, það er ekkert annað í boði. Klæðir hann úr buxunum næstu því. Já, hún komið fram hjá henni. Hún ekki séns í þetta. Og Júli Disco setur hérna skemmtilega tónlist í takið. Já, hann er með þetta. Það er ekki gott ef hann fyrir að klikka á tónlistin. Nei, erfitt, hann kann það ekki. Staðan 10-8. 8 mínútur 7:40 eftir af fyrri hálfleik. Haukarnir haft yfirundina hérna. Ramone eru einu fleiri og frábær markvarsla hjá Heiðu. Og þarna var María að skjóta úr fyrsta tempói. Hún varði ekkert á markmanninn og Heiða varði þetta glæsilega. Já, vel spilað í Haukunum, dauðafæri. Já, þeir verða að nýta þessi dauðafæri, það er nokkuð ljóst. Já. Aftur sama kerfi. Og Ramone skýtur núna. Nei, Karin hætti við. Sendi ekki í hornið og hér glæsilegt mark. Ragnheiður Ragnarsdóttir. Já. Uppi. Skorar uppi. Fyrsta mark sitt, 11. mark Hauka. Mikið að exa hún Heiða. Já, enda eins og segi, hún hefur bara varið þetta með þeirri hreyfingu. Já, bara dauðafærin á fyrst tempói. Og hér er Sandra yfirvinduna. Það eru einu færri næstu mínútuna. Það er að vinna smá tíma. Hendin á Hanna. María hérna hjálpa allt og mikið eða hvað? Nei. Skref og enn búið að brjóta. Ramone farinn með línunni. Nú má þetta ekki. Hún voru að halda stöðunni. Skilja af sér. Það var það Solveig. Sandra. Solveig. Kemst í gegn og skorar. Þetta er klaufaleg vörn hjá Haukunum. Þarna á Jóna að hjálpa. Skotfittu. Jóna á að hjálpa. Hanna er komin í klippingu og farin úr horninu. Já, gamla góða. Þú klárar utanvert og far hjálpina á miðju. Já. Það hefur vært einu fleiri. Og Ramone upp. Hættuleg sending hann að Ramone upp á Maríu. María reyna að komast í gegn, hætti við. 10 sekúndur í mannin. Vandræðilegt í Haukunum hérna, einu fleiri. 5. Hér er Karen. Ramone tekur skoti beint í fangið á Heiðu. Ég veit ekki hvað ákvörðun þetta var, hún var ekki góð. Nei. Slæm ákvörðun. 5 varinn hjá Heiðu. Búinn að koma gríðarlega öflug inn í þennan leik eftir meiðsli frá Flórutínu. Já, er hún ekki... Já, Elín búinn að verja 4, Flóra varði hvað, 2 og 3. Já, hér er aftur dauðafæri, utanvert. Þetta gengur ekki upp hjá Haukunum, þeir verða að stoppa í þetta gat. Þarna er María Karlsdóttir að hleypa allt og mikið utanvert. Nú á að taka Ramónur umferð. Já. 11-10 fyrir. Haukarnir að missa hérna forskotið niður. Já, nú vil ég fá bara markmann út á aukamannin á. Já. Ég er mjög hrifinn af því. Óskar er ekkert mikið að nota það. Nei, hann var að því. Karen, María, Karen. Ramóna losnar úr prísundinni. Hér er hvað dauðafæri Maríu, hún skorar. Já, vel gert, hending kominu. María Inés da Silva skorar annað mark sitt í þessu leik. 12-10, Haukum í vil. Já. Hann tekur Ramóni og Maríu svona hálfur umferð þegar Solveig fær pásu í vörninni. Já, svo gefa hann að Rósa Stjörnunni er að sækja vel breytt á Haukavörnina og það hefur verið að skila sér. Og Haukarnir verður bara að loka þetta, frábær vörn á Maríu. Glæsileg vörn. Tímasetningin glæsileg og stoppa þetta. Sandra vissi ekkert hvað var að skilja. Nei. Bitið er hérna í Solveigu. Hægra megin. Og Hanna, þetta er
Hún má passa sig hérna, hún Jóna. Já, Þarf ekki að sækja hann svo langt út. Hanna fær ekkert að spóla, nei, hún er ekkert að gera. Og hér er skot, en þvílík varnarvinna hjá Maríu. Já. Komið hann. Hér er María með boltan. Jóna, boltan út og hvað? Guldspjald á Söndru. Hún skiptir út af. Já, ég veit ekki fyrir hvað guldspjaldi var, en Þetta er þriðja guldspjaldi sem þegar hún braut á Maríu þarna, tókaði aftan í hana þegar hún var að leggja á stað. Já, að öllum líkindum. Já, vel dæmt. Það eru 12-10 fyrir Hauka, geta komist í 13-10. Það er staða sem við erum hrifnir af. Já. Hér er Karen. Hún voru að taka skarri í þessu. Já, hún er 3-3 hér. Allt opið hér. María missi boltan frá sér. Hendinn fyrir að koma upp eða hvað. Nei. Hér er Karen. Skorar! Yfir hausinn á henni. Karen Helga Díðudóttir. 13-10, það er staða sem að Haukamenn er ánægði með. Já. Margir vilja halda því fram að Hauka tap ekki þegar staðan verður 13-10. Já, það er búið að afsanna. Það er búið að afsanna mörgsum. Já, ég held að þetta er samt góð saga. Já, það er það. Hér er Ramóni, keyrir út þarna. Og mjög gott ef leikmenn trúa. Já, reyndar. Hér er frábæður. Glæsilegur. Já, guldspjald á hverja. Nei, þetta er... Og bara fagna því. Já. Þriðja guldspjaldi, hann er bara að klára guldspjaldin. 27 mínútur að fá svo þau geti farið að gefa 2 mínútur. Það er bara gott að fá guldspjald í leik. Fyrir svona vörn. Já, ekkert að því. Hvað gera Stjörnustörgu? Sandra með skot og hún lesi þetta í markinu. Lesið. Stjarnan að skipta 2 og Hauka róa. Þetta skil ég. Sandra með skotið og það gekk ekki upp. Þá geta Haukarnir náð 4 marka forskoti. Það er þá mesta fórustan í leiknum hingað til. Komast í 10-7. Þessi sending. Sjáuðu hepp. Hvað er það að ruðningur á hana? Ruðningur. Ok. Haukarnir að safna hér tæknifeilum, konum við 5. Hanna. Já, Natalja kom í sókna, skiptir ábyggla. Já, Natalja og Rakel skipta. Sólveig kemur inn á. Já, og seinni skiptingin. Já. Og nútíma handbolti að vilja menni helst skipta sem minnst, en það er ekki hjá því komist í á Stjörnunni allan að undanfarið. Og hér er Sandra með skot og fínt skot en vel varið. Já, það vantar núna hjá Haukunum að keyra. Já, 1 mínúta, 1 mínúta eftir og nú verða þær að, nú fyrir að skipta hann markmannin út af. Já. 2 línur. Ramóni er tilbúin að koma út af. Tíminn stopp, það er hérna högg í hálsinn. Já, barkakýlið. Ekki Adamsepli allan hana. Já. Hætti við hann Óskar, skiptir aftur Elín Jón inn á. Og hér er Jóna inn og hún vippar hérna yfir hana glæsilega gert. 14-10, hálf mínútu eftir. Jóna sigruð með sitt fyrsta mark. Já. 14-10. Þetta er glæsilegt. Lítur vel út fyrir Haukana. 13 sek, ekki. Vel gert hjá Jónu. Og María keyrir hérna, ekki með Sandra með skot en Elín verður þetta, frábælega gert. 5 sek, keyra. Já, það ná ekki skoti. Nei. Já, flottu fyrirháleikur hjá Haukum, 14-10. Já. Þetta er, ef þær halda þessu, halda Stjörnunum semst í 10 mörkum í háleik, þá erum við hérna, þá erum við sáttir. Já, það er leikurinn liðinn, þetta eru 10 mörk. Nei, í báðum hálfleikjum. Já, ég skil. Að fá oss í 20 mörk, það er jákvæmt. Já, Elín Jóna búin að verja 7 bolta samkvæmt mínum tölum og markaðist hjá Haukunum með Ramóni með 4, Karen og Ragnheiður með 3.
Já, Stjörnunni er það Þórildur og Sólveig með 3 mörk og Ester með 2, aðri minna. Heiða segi ég, Ingóls kom sterkinn fyrir Flóritínu Satsu sem meiddist á hné. Heiða kom með 5 varða og Flóritína var með einhverja 3 varða áður hún fór út af, þannig að þetta er mjög svipað í markvörslum og sama með tapaða bolta, bæði lið með ykkur 7 tækniféla en Haukarnir bara farið vel með sín færi og eru 4 mörkum yfir 14-10. Sami munur út á Nesi, 10-6 fyrir Gróttu í hálfleik. Já, við ætlum að taka okkur stutt hlé og komum svo með seinni hálfleikinn. Vonbráðar, farið ekki langt. Ok, takk.
Já, góður, velkomin aftur að skjánum. Seinni hálfleikur að hefjast hér að Ásvöllum og staðan 14-10. Haukum í vil. Haukarnir verið með yfirunduna hér í fyrri hálfleik og náðu fórustunni 10-7, 7-4, 10-7. En Stjarnan náði svo að minnka munin og minnka munin í 1 mark en síðan ekki söguna meir, þá fóru Haukarnir aftur í gang. Floritína Starstú meiddist á hné og lítur ekki vel út og hér Ramone, hún byrjar þetta með glæsilegu skoti og eykur munin í 5 mörk. Já, og Flóra ekki á bekknum hérna í seinni hálfleik. Nei, hún off, hugsa ég. Bara, ég nú aðalega hugsa á framhaldið. Já, það slæmt fyrir Stjörnuna gríðarlega og hér tapar boltanum og Raðblöp og Jóna nær þessum bolta og skorar! Glæsileg byrjun í Haukum. Já. 2-0 á 48 sekúndum. Nákvæmlega, þetta var gríðarlega mikilvægt 2 mörk hér. Já. Staðan 16-10 allt í einu. Og þetta Óskar getur andað örlítið réttar á bekknum. Það er næstu svona 3 mínútur. Sjá hvað gerist á. Hér það hornaklipping hérna. Helena Solveig gegn og tekur skotið. Framjá, nei. Þarna voru miðjublokkinnar allt og aftarlega. Það má stíga hérna út í hana. Flóra, nei, hún Ramone eða Ragnheiður. Já. Aukakast dæmt og það að reyna aftur Stjörnustúlkur. Seinni hálfleikur ekki byrja vel hjá þeim. Hér Helena. Ester. Helena. Og hann missar boltan. Já. 2 tæknivélar í röð hér á þessu stutta þessum 2 mínútum sem að seinni hálfleikurinn og Haukarnir geta aukið munin í 7 mörk. Þetta já, svona keimleikur og fyrsti leikurinn. Þetta er seinni hálfleikurinn, Haukarnir ráða lögum og lofum. Já, Halldórarnir, Harri og Ásgrímsson, Ingólfur, þeir ræða saman, Ingólfsson. Já, hér báðir fyrirverandi Haukaþjálfarar. Já. Og Ramone tekur yfirhundar fytuna, reynir að fara inn á miðjun aftur. Karen, frábær spil, en þarna missi Marja boltan. Vel gert, Marja, síðasta sending klikkaði. Já. Og þar alveg var góð vörn að koma í hjálpina. Já, það var rétt, það er góð vörn hjá Stjörnunni. Já, hlaupa núna og skipta kær. Já, ok. Ragnar skiptir út af. Já, Marja Karls byrja núna á línu sóknarlega og Ragnheiður skiptir í vörn og sókn. Já. Og Ester. Solveig, hún fór vel á stað og gerir það hérna aftur. Elín varði glæsilega. Keira Karen. Hér dauðafæri. Og 3-0. Ragnheiður Ragnarsdóttir. 17-10. Já. En þetta var dauðafæri þarna sem Elín Jóna varði. Og þetta var Jóna, nei, hún Solveig sem átti þetta færi. Já. Það var Helena með skotið. Já, vantar svolítið í Helena að hún fer bara eiginlega til hægri. Já. Vantar smá fjölbreytt í hann og þarf að vinna. Hún er föst og góð skytta og þarf að bæta hinn inn í. Já, hún er ekki að nýta sér, það hefur ekki nógu góða fyttu þarna utanvert. Já, Þórildur. Það voru að spila vel, sjáu þið Sólveig kunni gegn. Já. Mér sýndist hún þetta að vera bara inn í teig. Já, að segja alveg eins og Ykkur tíman víti. Já. Hér Sólveig, hún gríðarlega. Hún ákveðin. Ákveðin, já. Og svona áræðnasta í stjörnuliðinu. Hendi komin upp. Nú kemur Helena. Og skotið en þetta ver hún Elín Jóna. Já. Og Helena fer til hægri. Það er hennar leið. Fekk hérna fínt skot. Ramone sleppti henni og en Elín Jóna sá við henni. 17-10. Það er að byrja hann að leika á 4-0 kafla.
En að seinni hálfleik þarf að segja. Já. Sjá til hvað. Koma þær í júkkafæslu hérna og María. Hleypur í gegna það en býttu nú við. Hvernig fór þessi bolti inn? Og þeir ætluðu ekki að flauta á þetta. Nei, ég held að þessi bolti var að leiðin út af. Þetta er annað skipti. Leikli. Já. Enda ekkert annað í stöðunni 4-0. Og ég held að hendi fari beint upp þegar það kom inn á. Af því að Harry var ekki búinn að taka leiklið. Já, heldur það. Já, annars skipt sem bolti fyrir miðju frá markmanni. Það er hendi. Já. En leiklið gæti bjargað. Það er spurning. Þeir eru að spurja, ég horfa á þetta. Þeir eru búin að gleyma þessu. Þeir eru að tala við Valgeir um þetta. Já. Ég held að þeir verði búin að gleyma þessu þegar leiklið er búið. Já, það er. Eins og gullfiskarnir bara. Já, byrja 4-0, þú ert ekki að fara að henda í hendi hérna strax. Nei, ég sammála því. Já. Nú þurfa Stjörnukonur bara að fara að vakna, klára hana seinni hálfleik. Þetta er skelfileg byrjun og eina með lífi er Sólveig Lára Kennestedt. Hún er búin að fá tvö fín færi en ekki náða að koma boltanum í netið. Og þar er Elín Jóna ástæðan. Já. Elín Jóna er alltaf búin að byrja hann seinni hálfleik frábærlega. Já. Þá koma þær búin að stilla þessu upp eftir þetta leikhlé. Kemur lína, Ramúni tekur bara línun úr umferð. Hér kemur sendingi í horni á Hönnu, Hanna ekkert komið úr henni. Já. Og hér kemur Ester með frábær hávörn. Og löng sending og óheppinn hann. Fín, vanta aðeins upp á en góð hugmynd. Já. Þú mátt ekki áhættu í þessari stöðu, refsa meðan Stjarnan þarf að halda aga. Það er rétt. Það er Hanna og Sólveig. Jóna, nei, Sólveig segi ég. Jóna Margrét víst hætt. Já. Það er alveg með þetta maður. Bara örfent með boltan þá er það Jóna. Og Ester. Við erum að fitta hana, Maríu gengur ekki, Sólveig með frábæra línusendingu og það er klára þetta með marki. Þetta er Þórhildur, hún er með 5. mark sitt í leiknum. Já. Sveimi þá bara sé 100% nýting hjá henni. Góður línumæður og sterk lík í vörn. Já, það er kannski vitið sem er. Ég skráði með 4 mörk hérna. Ég hef skráðið 5 á hana, einhverjum hluta vegna. Jæja, skiptir ekki öllum máli. Þá koma haugarnir, fyrsta mark Stjörnunar í seinni hálfleik. Það er komið og Ramúne. Þessi sending ekki nógu nákvæm. Karen, Ramúne. Og hér er Helena. Sleppur hérna, sleppta hárrétt augnablikki. Braut á henni og Ramúne vinnur tíma. Sleppti. Já. Það var það Karen. Ramúne, María upp og frábær línusending, vílíkt og annað eins. Vílíkt vel gert. Og það er María Karlsdóttir sem að skorar, tók þarna örugt mark eftir frábær línusending og hér er önnur frábær línusending, Sólveig með hana. Sólveig með 3-4 línusendingar í dag. Og Þórhildur með sitt 5. mark þá. Já. Já, það vantar þá einhverja hjá þér. Ég skráði hérna Örnu vantarlega. Það skiptir ekki öllum máli. 19-12 Haukum í vil og það geta komist enn meir yfir, 8 mörkum yfir. Og hér er brotið á Maríu. Já, María spræk núna. Já. Það er María með skot. Það er varið. Heiða ver. Með 6 varinn. Hér koma Stjörnustúlkur. Helena utanvert og þetta ver. Elín Jóna með sitt 10. mark. 10. skot. 10. skot sitt í kvöld. Helena gerði það sem gat hana. Fekk hana smá pressu. En vel varið hjá Elín Jónu.
Þá koma Haukarnir, aftur geta raukið muninn í 8 mörk. Karen Ramone upp og tekur skotið en þetta les Heiða í markinu. Mætt. Heiða með 7 varða. Sólveig eitthvað meitt. Já, það allt í lagi, segir hún. Já. Fengi þarna högg á lærið. Nú spurning hvað menn, það 7 marka munur, 22 mínútur eftir. Já. Harry náttúrulega vill sækja þennan leik ennþá, en svo spurning, það leikur á föstudag. Já. Þurfa menn að fara að hvíla eitthvað. Já. Ég meina það eða breyta eitthvað nýjungum, setja kannski Hönnu fyrir utan eða eitthvað. Og það kemur ekki dúrnir úr hotninu. Það kemur María brotið á henni. Einar Þorvar mættur. Takk fyrir offsinn. Og þá taka liðin leikli, ekki setna venda. Ætlar að gera allt vitlaust hérna. Óskar tekur leikli, ætlar að stilla þessu upp og fá öruggt mark. Stjörnustúlkur búinn að skora 2 mörk í seinni hálfleik. Takk fyrir. Já. Markvarslan með eindæmi góð hjá Haukunum, Elín Jóna með 10 varða. Og Heiða reyndar búinn að standa sig ágætlega með 7. Og markaskorun þá það Ramone sem stendur hæst með 5 mörk. Þórhildur með 5 mörk á Stjörnunni. Og bara spurning hvað verður úr þessu leik, hvernig hann þróast. Haukarnir ekki vanir að gefa eftir svona fórustu. Já, Heiða með 7 varða, en hún er svo sem búinn að fá á sig 13 mörk. Minni mig, ég held að það hafi verið 6-4 þegar Flóra fór út af. Já. Þannig að prósentutala þetta 27. Það ekki, já. Haukarnir hafa bara vinsi, við náða að koma boltanum oftar á ramman. Það bara þannig og að grafa því og hérna frábær sending á Ramonu. En þetta nær María ekki að nýta sér. Heiða verið þetta. Já, vel varið. Ára Sólveig sækir inn á miðjuna, fór opið skot og dundrar honum í markið. Sólveig Lára Kennestedt með sitt 4. mark í þessu leik. Þá komið að Haukunum með 6 marka munur núna. Já. 4-2 í seinni hálfleik. 5-3 fyrirgefðu. Kemur María. Ramone. Ramone. Og Karen sendir hennar frábær sending í hornið. Já, ég held að Ragnheiður var inn. Já. Ég hefði farið inn að það. Hendin er kominn. Ramone með skotið og hún skorar! Já. Þetta var bara held ég skaut held ég með lokuð augum hana. Sveimið þá, hún horfði ekki boltar eigi ekki að fara inn. Nei. Þarna var skotur á helinu, lélegt skot. Já, þetta, eins og segi, á ekki að fara inn svona skot en við erum guðslifandi fegin að það fór inn. Já, þetta var mikilvægt. Löng sókn og hérna kom lítið út úr henni og lekur svo svona bolt inn. Já. Áfram halda Haukar pressu. Leysa hér inn. 4-2. María sendir í hornið og hér er dauðafæri og glæsilegur mark beint yfir hausinn á henni. Hún beygir sig niður og Harry var að tala um það áðan með hann að fara ekki niður á móti Ragnheiði. Já, Sólveig gríðarlega öflug hér í. Góð vörn. En það stoppa hana. Já. Og Rakel kemur inn á, nei, út af sig. Ester inn á. Hvernig er staðan í Gróttu? Já. Fram. Ég skal fletta því upp. Flettir því upp. Ester, jú, hérna er þetta. Staðan er 16-10. Og hér skora Stjörnustúlkur. Þannig að Gróta er að fara að sigla þessu heim. Og hér er mark.
Já, og Atletico Madrid að vinna bæinn 1-0 og á 90. mínúta. Þetta er Ramón sem mínúta skoraði. eftir að viðbóttíma. Já, Ramón sett hann. Aftur svona... Tottenham, þeir eru ekkert að vera meistarar, er það? Nei. Nei. Hvað sagðirðu? Liverpool í meistaradeildina? Hefur að ræða eitthvað? Já, þeir vinna Evrópudeildina. Nei, rólegur. Liverpool ekki að fara að vinna Evrópudeildina. Það var að Stjörnustúlkur. Helena upp og tekur skotið en þetta ver Elín í markinu. Þetta skotið hennar. Hún er með markausluna 25-11. Já, hér eru Viktoría komin inn á. Já. Viktoría Valdimars. Já, Ramón fær pásu. Já. Og spurning, Harry er búinn að keyra á samanliðinu allan tíman fyrir utan Sandra kom aðeins inn á. Já. Marja sendi ekki í hornið. Já. Viktoría. Karen. Bolti í hornið á Jónu. Jóna tekur skotið. Þetta er varið að Heiðu. Vel varið. Jóna var ekkert að velja gott færi. Nei. Rakel, og hér er varið. Skot. Og horfa á Jónu. Jóna komin í dauðafæri. Frábær vörn hjá Æsileg vörn hjá Hönnu. Og keraður upp og Hanna fær tækifæri til að skora en gerir það ekki. Skýtur boltanum bara framhjá. Já, þetta er hérna. Svo skotið í þessu leik bæði framhjá. Já, og með hann ekki búinn að skora mark í 45 mínútur. Það er bara einn markaðasti leikmaður bara sögunar bara. Já, hérna í efstu deild á Íslandi. Ætlaði hann að heyra ásvöllunum? Já, klálega. Ég kemur óvart. Já, þá voru það Haukarnir. Já. 8 marka fórusta geta varið bætt í 9 mörk. Marja, Karen. Erfið sending hérna, Jóna. Karen upp í skotið en það er hátt yfir. Rakel með boltan. Helena. Rakel. Upp í skotið, gengur ekki, brotið á henni. Jú, þetta var rétt. Sólveig fær pásu. Já, hann er að fara að skipta inn á hérna. Já, hann þarf að gera það. Natalia kemur inn á. Natalia Sæjun Valencia heitir hún þessi. Sólveig búinn að vera áberandi líflegasti leikmaður Stjörnunar í þessum leik. Já, eins og ég sagði hann, þá er Grótta að vinna 16-11 og þannig að þær að fara í úrslit. Já, ekki nóg með það, hún sé með 5 mörk, heldur á hún flesta sendingar á Þórildi sem með 5 mörk líka. Já. Góð vörn hjá Haugum. Já. Já. Natalia, Ester, Karen. Tvær mínútur. Já, þetta var frábær sending. Og enn eitt markið hjá Þórildi. Það er alveg klárt að það eru 2 mínútur þegar Magnús tekur sprett. Já. Þetta var vel spilað hjá Stjörnunni og Karen fær 2 mínútur. Já. 7 marka munu korter. Þetta er ekki komið. Nei. Hér er Vilborg Pétursdóttir að koma inn á. Ég hefði kannski alveg fórnað í Ramóni í þessar 2 mínútur. Það er hugsanlega bara tekin umferð. Hér er bara Já. að reynda að tefja og fá að losa Marju. Það er bara að leysa inn. Já, Viktoría. Já, fyrir utanvert. Tekur skotið og óheppinn hann að vera þetta. Hún Heiða gerir það vel. Með 10 varða. Rakel. Og skot. Gott skot hjá Natalíu, 6 mörk. Já. Og ennþá rúmínóta eftir af 2 mínútunum. Já, þær geta vingað þetta enn meira. En að vinna núna boltan. Já. Við erum að skora hérna 16. En Haukar fengur gott færið þarna í undirtölunni. Já, við vorum að segja hér að 25 mörk myndi líklega skila Haukunum sigri. Þetta sending er ekki góð. Hún skilar ekki neinu. Við erum að töpum bolta.
En hún fljót tilbaka og vinnur boltandi. Rakel. Vel gert hjá henni. Rakel tók ekki góð ákvörðun. Arna átti bara að grípa þessa sendingur þetta. Vilborg átti þessa sendingu beint í fangið á Stjörnustúlkum. Þar keyrðu upp en Vilborg var fljót tilbaka og vann boltan. Já. Þannig að pluss og mínus þar. Góð barátta hjá henni. Viktoría, hún tapar boltanum. Hér eru Haukarnir að tapa boltanum, trekk í trekk. En Stjörnustúlkur líka. Þetta Já, sæll. Ramóni veit hana algjörlega í þetta. Vissi nákvæmlega hvað hún ætlaði að fá hann í. 5 tapaði boltar hjá báðum liðum inn í seinni hálfleik, bara í seinni hálfleik. Hún er með 6 í öllum fyrri hálfleiknum. Já, og 2 hjá Haukum núna bara á hálfri mínútu. Já, og Stjörnunni líka. Já. Grótta frambúið að minnka. Frambúið að minnka í 4, 16-12. Já. Það bara ekki bara með einu. Jú, það er heldur sterkt. Það var Ramóni. Brotið á henni, Helena sterk. Já, hendi fyrir að koma. Ramóni hætti við skotið, María yfir skotið og skorar. Já, þessi er alltaf að fara inn. Já, Arna Þórhildur bakkaði undan henni og María skorar 4. mark sitt í leiknum. Já. 23-16 og hér er Helena, treður sér í gegn og skorar. Helena Rut Örvarsdóttir með sitt 3. mark. Nei, sem mitt 2. mark. Já, lítið kom út úr Helenu og Hönnu í dag, oflítið. Já, það er Þórhildur og Sólveig sem eru búin að sjá þetta. Sólveig búin að vera flott og Þórhild líka búin að vera frábæra nýtingu í þessum leik. Það eru aðri leikmenn sem hafa ekki náð að stíga upp. Og hér er Karen, hún vippar þessu yfir, vel gert. Vel gert, Karen Helga. 4. mark hennar í leiknum. Já. Sér það, Haukarnir Ramóni með 7, svo koma Karen og María með 4, Ragnheiðunar með 3 mörk. Þannig að þetta er að dreifast ágætlega á Haukarna. Og hér fá þær boltan aftur. Stjarnan að henda boltana frá sér. Já. Sýnir Stjörnumenn þjálfararnir að fara að huga að skiptingum. Já, en samt það eru innan við 10 mínútur, eða þú veist, það eru 10 mínútur eftir. Það er ekkert, ég veit ekki, munar ekkert þessar 10 mínútur. Óskar er ekkert að gefa sér líklegan að gefa eftir. Heldur bara sínu liði. Hér er sending, hann missaði hennar bolta. Hún vinnur boltan og María, frábærlega gert. María inn í þetta. Frábær barátta hjá henni og hún skorar sitt 5. mark í leiknum. Þar að Helena reynir aftur að fyrir utanvert og dæmt skref. En brotið á henni. Þá er það Guðrún Erla Bjarnadóttir að gera sig klára að koma inn á og Kolbrún Gía Einarsdóttir gera sig klára hér á bekknum að koma inn á. Þá er það Stjörnan og frábær sending, býtum við, þetta með víti. Já, óheppin hana, hún Ragnarsdóttir rasaði. Já, þetta er alltaf víti, hún liggur í tegn. Nonni er alveg aðstæðunar Haukarnir, hissa á þessu. Arna Dýrfjörð fekk vítið, hún gat voða lítið gert hana. Nú getur hann að skora sitt 1. mark í leiknum eftir 50 mínútur og 27 sekúndur. Já, var það ekki líklegt? Hún er góð að vítaskipta. Jó, ég myndi segja það, en 2-0 skotnir í dag segir mér að Elín sé kannski að fara að taka þetta niður í okkar megin hérna. Uppi, hún var í horninu, en Hanna skorar. Hanna kom í vinstra hornið og Kolbrún Gía í hægra hornið sem var í Haukum í fyrra. Já, fullt að Hauka fólki hérna. Já, það er svona vísvegar. Þá koma María, Ramóni, Karen, Jóna, Karen aftur, Ramóni hætti við. Reyna að leita hér að vel gert hjá
Þórildi og hún fer færi og varri hjá henni. Hún hefði getað komast nær hana. Já, hún hoppar á punta eitthvað hægir. Já. Bara fara og fá Ramón í sig, fá víti og 2. Já. Þetta var vel Þóra að gert hjá sækja það. Elínu Jónu. Og Sólveig aftur inn á. Já. Ég hérna, já. Elína að fá að passu. Það er 7 marka munur, ég er hissa á þessu. Það er að hvíla Helena aðeins, hún er búin að vera síðustu mínúturnar allavega. Hér vinna Haukandi boltan, frábær varnarvinna og það er 3-1. Og hér er ekki dæmt. Nei. Þannig var Ragnheiður komin allt og nálægt markmanninum og heiða verið þetta. 11 skot var inn hjá henni. Og hér María með fína varnarvinnu. Vörn hjá Ragnheiði og Maríu. Já, María hljóp hérna. Tók með helminginn af vörninni hérna. Já. Helminginn af vellinum og slóð hennar bolta út af. Já. Það er Vilborg að koma aftur inn á. Já. Já, þetta er komið. Ég vil meina það. Já. Víti. Já. Þegar Ragnheiður duglega að gefa Stjörnustúlkunum víti. Og Hanna aftur á punktinn. Já, ef hún var inn í teig þá er þetta víti, það er klárt. Og þarna kom Elína alveg á punktinn og stöngin inn. Það er óverðandi. Elín á línu, þú ert ekkert að fara á línu á móti hennu. Nei. 6 marka munur og 7 mínútur eftir. Og það er ekki búið. Nei. Haukar þurfa að setja 1-2 viðbót. Haukarnir þurfa að vera skynsamir að fá ekki 2 mínútur á sig. Ég held að það sé algjör lykilatriði. Fá ekki 2 mínútur og spila agaðan svo. Já. Ekki að fá hraður. Það er oft þannig. Það er þessi formúla sem að virkar. Kari með skot og... Eins og þarna. Þetta er ekkert færi. Hendin ekki komin upp. Þú vil bara halda. Sólveig inn á miðuna. Treður hann inn á línuna. Það voru bara held ég 17 leikmenn hérna á þessu fermeter og sjálfsögur kom hún boltanum ekki að samherja. Já, Óskar skellir í timeout. Ætlar að fara að hvíla leikmenn. Já, sjáum til með það. Hvað hann ætlar að gera í þessari sókn. Stilla þessu upp og ná góðu markinn. Já. Það er mikilvægt núna á þessu tímapunkti. Stjörnustúlkur gætu gert áhlaup núna. Og 3 mörk í röð frá þeim, þá er þetta galopið. Við erum komin í 25 mörkin. Já. Sem við töluðum að væri myndi duga, en við sjá hvað gerist. Já, ég meina með þessa markvörslu 12 til 15 bolta varða þá er Haukar ekki fara að fá þessi 25 mörkina. Ég sé það ekki. Nei. Rúmlega 30% markværsla þá ertu átt í góðum málum. Já, ansi mörg skot frá Stjörnunni sem hafa bara verið fram í markinu eða hávörnin eða vörnin hjá Haukum tekið það. Þannig að þetta vörn og markværsla sannarlega vinna vel saman. Þá er María tekin úr umferð. Já, Ramóni fær pásu, takkaði Maríu út. Ramóni er bara búinn í dag og Kari fyrir inn um millið 1 og 2 og skorar. Vel gert hjá henni. Og Harri er ekkert að fara að hvíla. Hann er með Sólveig á hönnu. Mjög mikilvægt mark og hérna reynar að tróða boltanum inn á. Já, og svo sem þarf aldrei að hvíla hönnu, ég ætla að gera. Ragnheiður góða vörn þarna. Já. Og hérna Guðrún Bjarna kemur á miðuna. Reyndar að hvíla Ester og Guðrún Erla Bjarnadóttir. Já. Og hér er Sólveig að reyna að senda á hönnu, ekki dæmt. Ekki með löng sending á Ragnheiði. Hvað ætlar hún að gera? Kemur boltana frá sér sem kannski var mikilvægt fyrir línumann. Og það er að halda boltanum. Agnes Ósk kemur í vinstra hornið. Já.
Og hér ekki dæmt, ítt þarna í hana Ragnheiði. Það geta gert betur úr þessu. Undan þrýstingum. Hún setti hendurna niður og hefði hún getað hausað hana að það. Hér sending á línuna, aukakast. Já, mér fannst þú verið í teg allan tíman. Já. Skiptir ekki. Já. Það er góð að finna sér pláss, hún Þórhildur. Já. 26-19, 7 marka munur, 4,5 eftir. Natalie skot. Í stöngina. Og Haukarnir róa þetta. Að komast hér yfir 2-1 í þessu einvígi. Og í lykilstöðu að komast í úrslit á föstudaginn sem á Ásgarði. Nei, ekki Ásgarði, heldur, hvað heitir það? Það heitir heima Mýrinni og hefst á leikur klukkan 20. Kallaleikurinn klukkan 18. Við Viktoría með skot. Það gengur ekki upp heiða að vera þetta. Mikil baráttu boltan, aukakast dæmt. Ég ánægði með Maríu þarna, þetta sennilega stoppaði hraðuplöpið á Stjörnunni. Já, en og það frábær sending hérna hjá Sólvu, sástu sendinguna. Já. Það var vel gert og það skorað Kolbrún Gía, skorað þetta mark. 26-20, 3:40 eftir. Það takaðar hér Karin úr og hvað? Nei, ekki neina. Já, 2 mínútur eftir á Nesinu og 6 marka munur fyrir Fram. Þetta er búið, nei fyrir Gróttu, þetta er búið. Karen missi boltan, klaufalega þetta keyrir upp og Þórhildur fremst. Og hún skorar. Minkar í 5. Skorar sitt 7. mark í þessum leik. Þá lifnaði yfir Harra. Já. Ég held að væri svona smá breyk, 3 mínútur og 5 mörk. 2 umferð, þetta getur allt gerst hjá Stjörnunni hérna. Við áttum nú 3 mörk í Eyjum og 100 sekúndur eftir. Já. Það fór. Það var Ragnheiður í gegn og skorar! Já, mikilvægt mark, þetta er ekki skref. Nei. Dóri og Dóri. Það er verið að fljóta að klára alltaf með skoti og gera það að fá víti. Það er víti. Tíminn líður, koma boltanum á punktinn. Þeir stoppa hann ekkert nema Haukarnir sé að tefja. Já, Anna. Mætenni Elín, mætenni. Tekur hún ekki bara hérna niðri nær? Nei, niðri fjær. Okkar séð. Það var Hanna sem skoraði sitt 3. mark. 2:10 eftir. Já. Þetta er nú mikið á mínum mati. Já, sammála. Við sjá hvað Haukarnir Það fyrir líka eftir hvað Haukar ætla að flýta sér. Bara stillu. Það þarf að... Hér skot og skorar hún Vilborg Pétursdóttir, vel gert hjá henni. Lappar í gegn. Glæsilegt. Nei, það er dæmt skref. Já, mér sýndist það líka. Það var svona skreflíkt að þessu hjá henni, en hann dæmi skref. Já, ég bara sá ekki flautið. Ég ætla ekki að segja það, en víst hann dæmdi skref, þá ætla ég að... Þá tekur það upp. Tekki... 1,5 og 5 mörk. Þetta er komið. Já. Og hérna er fótur. Og Haukarnir gera. 4:2. Nú setur Agnes hann uppi. Nei, niðri. Agnes. 6 mörk. Skora sitt 1. mark. 28-22. Sólveig. Þarna var fín vörð hann hjá Karinni. Ég held að það var rauningur, mér fannst það á látbræðinu Ómari, hann væri að taka hlaupið tilbaka. En samanlega með þetta ruggast. Mínúta eftir, 60 sekúndur og 6 mörk. Já. Vel gert þarna, boltinn, þetta er í hornið á Hönnu. Hanna kemur á Þórhildi og hún skorar. Góð línusending. Þórhildur Gunnarsdóttir með 8. mark sitt. Já. 23 mörk sem að Stjarnan skorar, en Haukarnir bara með mun fleiri mörk skoruð. Það skilar sigrinum í kvöld, það er nokkuð ljóst. Já. 28 mörk skoruð.
Já, Júli fer að fagna þessu og leysir hún inni, frábær innleysing vel gert. og klárar þetta með glæsibrag, Ragnheiður Ragnarsdóttir. Þessi, hvað, 5. mark í kvöld eða 7. Já, við ætlum að 3, 1, búið og það er Hauka sigur 29-23, 2-1 fyrir Hauka og það er 4. leikur á föstudaginn klukkan 20 í Mýrinni, Garðabæ. Já, flottu sigur. Hvetjum ykkur til þess að kíkja þangað. Já, klálega. Við ætlum að fara í viðtöl, en að fara ekki langt. Í vörninni. Það er eins og þegar kannski vantar að fleiri, að þið séu fleiri að skila þetta, ekki að skiptast á í leikjum að vera góður og skora. Já, eins og í síðasta leik þá dreifðist markaskorun og ábyrðin svona yfir marga leikmenn og það er ekki í dag og þetta var bara slagt. Við þurfum bara að setja stig þetta og bæta okkur fyrir næsta leik. Lendið í gríðarlegum áföllum, Flóra meiðist og þetta leit ekki vel út. Veistu eitthvað meira? Nei, ég veit ekkert hvað gerist. Ég vil helst ekki vita ef það er eitthvað slæmt svona í miðjum leik en kíkja á það núna, þetta leit ekki vel út en Heiða kom sterk inn og stóð sér vel en auðvitað er rosa slæmt að missa Flóru út ef svo er raunin. En það er nokkuð ljóst, það er vörn og markvarsla sem þarf að gangi ykkur. Já, ég meina bæði liðin svolítið keyra það og þú veist við vorum betra varnarlið í síðasta leik og klárum leikinn þær voru betri í dag. Með Elínu fyrir aftan sem stóð sig frábærlega og svo er það að fá sér hraðaflismörk sem okkur vantar líka í dag þannig að þetta skiptir náttúrulega gríðarlega máli. Þannig að það verður markmið að koma hingað í fimmtarleik? Já, ekki spurning. Við ætlum að klára leikinn á föstudaginn og koma aftur hingað eftir helgi. Takk fyrir, gangi vel. Þetta hafðist ekki í dag, þetta er ekki mikið sem þetta er að bjóða upp á að fá 29 mörk á sig.
Nei, við þurftum að halda þeim í kringu 20 til að segja séns og vörnin var bara ekki góð og það er oft ofauðvelt með að skora mörk. Við vorum bara enga veginn tilbúnar. Eins og segja við talaðum við Rakel, það fyrstu mínúturnar leik og mjög furðulega það bara að skora næst í hverri sókn og varnarnir virtust ekki vera búin að steinpla sig inn en svo kannski þegar leið á leikinn þá virkaði það en Haukarnir kom betur undirbúnir. Já. Málið er að við vorum bara ekki nógu samþéttar í vörninni og vorum að leyfa að skora allt og auðvelt mörk og ef þær fá það þá eigum við ekki séns. Við þurfum að ná að vera mun þéttari og mun virkari saman í vörninni og við þurfum bara að laga fyrir næsta leik. Þið áttu frábæran leik eins og þú segir í síðasta leik á móti þeim, það var allt liðið sem að skilaði sínu nú áru, eins og segir, það vantaði nokkuð marga einstaklingar til þess að skila því. Já, við höfum fullt að tækjum til þess að komast inn í leikinn aftur en menn voru bara ekki að skila sínu og við eiginlega bara áttum ekki séns í dag. Þið lendi gríðarlegum áföllum minna Flóritína meiðist og virðist vera alvarlegt að hnéð á henni, þetta leit ekki vel út, hvað getur þú sagt okkur um þetta? Já, þetta einhver gömul meiðsli hjá henni líka og það var náttúrulega hrikalega slæmt við missum hann út og það verður bara, við erum bara vona að hún geti verið með, kemur bara ljós. Heiða kom sterk inn og hún er alveg hæf að koma inn. Já, Heiða er flottur markmaður og við eigum 2 góða markmenn en það er náttúrulega sterkara að vera með 2 góða markmenn til þess að bjóða upp á. Þið ætlaði að bjóða upp á 5. leika ásöldum? Stefnum á það. Takk fyrir, gangi vel. Það er að fá Óskar Ármanns, hann er að koma í viðtal. Kemur hér skokkandi. Til hamingju með glæsilegan sigur, þetta var bara nokkuð gott hjá okkur í dag. Já, þetta spilaðist vel og svona heilt yfir þá erum ég ánægður. Spiluðum vörnina frá byrjun nokkuð grimmar, náðum að stoppa svona mesta svona sem að liggur á okkur. Það er þetta, Helena er að reyna, hún er sterk skytta og svo er Sólveig náttúrulega gríðarlega útsjónarsöm hérna í hægri skyttunni. En svona heilt yfir þá fannst mér náði nokkuð vel. Sóknarlega er náttúrulega allt annað hjá okkur frá því síðasta leikar, 3 leikmenn með 5 mörk og svo Ramóna með 7. Akkurat, það er akkurat það sem við þurfum, við erum gott lið og þegar við erum að spila kerfin vel í gegn og við erum svona að horfa á fleiri möguleika þá erum við bara í betri málum og það var í síðasta leik, það var einmitt bara 2 sendingar á skot. Núna fannst mér við spila betur úr þessu. Það er ekkert ágjör að þessu þegar tók á skari svona 5 mínútur fyrir leik, það er ekkert taka hann inn áhættur en tók samt Ramóni og Mari út af. Já, það er bara það sem þarf. Við þurfum að keyra á fleiri leikmönnum og ef þær þurfum náttúrulega sitt breyk og þá bara sendum við nýja leikmenn inn á og það geta allir spilað. Og við þurfum bara að vinna þannig að það koma allir inn á og auðvitað eru þær líki leikmenn og allt í góðu með það og þá þarf kannski að hvíla þær í 5 mínútur og við verðum bara að gera það. Næsti leikur á föstudaginn klukkan 8 stuttu eftir að kallaleikur lýkur og þú náttúrulega vantarlega hvetja fólk að mæta þann leik. Já, sjálfsögðu, ég meina við erum í meiri úrslitakeppni, við viljum náttúrulega veg Hauka sem mestan og að sjálfsögðu, ég meina það er allt undir í þessum leikjum, þannig að það er gaman að þessu, maður vill helst sjá alla leiki en maður er svolítið undirlaður sjálfur bara í sínu leikjum en hvet Hauka fólk til þess að fara á alla leiki. Stefna sett á að klára þetta á föstudaginn? Já, við þurfum bara aðeins að stilla okkur núna af. Mér fannst Hugafari vera svona ekki alveg stilt af í síðasta leik og núna þurfum við bara aftur að mæta í Garðabæinn, stilla okkur af og sérstaklega hugafarslega og vera tilbúin að spila fullan leik. Það er svona það sem þarf. Takk fyrir þessu, til hamingju. Það ætlum að segja þetta gott hér úr Schenkerhöllinni. Freyr Brynjarsson, ég og Einar Jónsson aðstoða mig og við þökkum honum kærlega fyrir aðstofuna. Næsti leikur er eins og ég segi á föstudaginn hjá stelpunum klukkan 20, strákarnir hér klukkan 6 og það er að gera að mæta og styðja Haukafólk til sigurs. Ég þakka fyrir og verið sæl.